Góðir fundamenn, gjörðu svo vel að fá okkur sæti aftur. Við eigum þétta dagskrá framundan og höldum vel utan tíman og það hefur gengið býsna vel fram að þessu og við ætlum að hafa matarhlé klukkan 12:20 en eigum eftir að heyra nokkur erindi fram að því og fyrst ætlar að ávarpa fundinn María Heimisdóttir landlæknir. Já, komið sæl, bæði þið sem eru hér í salnum og þið sem eru með okkur í streyminu. Kæru fundagestir og fundastjóri, það er alveg sérstakur heiður að fá að vera hérna í dag til þess að ræða þetta málefni. Við vorum nú að spjalla aðeins við fundastjórinn í hlénu og vorum sammála það að þetta er málefni sem að maður vill hálfpartinn veigra sér við að ræða. Þetta er svo alvarlegt og dapurlegt, en það eru akkurat þau málefni sem við þurfum að ræða. Það eru þessi alvarlegu og dapurlegu málefni sem að snerta okkur öll. Og ég vil þakka Landssambandi eldri borgara alveg sérstaklega fyrir að standa fyrir umræðu og eiginlega vitundarvakningu þessi mál, því að oft var þörf en nú er sannarlega nauðsyn. Eins og fram hefur komið að þá telur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að það bil 1 af hverjum 6 einstaklingum 60 ára og eldri verði fyrir ofbeldi af einhverju tagi. Og bara það segir okkur hversu gríðarlega stórt lýðheilsuvandamál ofbeldi gagnvart eldri borgurum er, 1 af hverjum 6. Og þetta er auðvitað margþætt hugtak, þetta er tegund ofbeldi sem á sér oft stað í aðstæðum þar sem við eigum að vera eins örugg eins og hugsast getur og líða eins vel eins og hugsast getur. Það er í örmum okkar nánustu og innan þá sem að við treystum best fyrir okkar innstu málum og líðan og tilfinningum. Og oft er það þannig að sá sem verður fyrir ofbeldinu er iðulega háður gerandanum á einn eða annan hátt og þetta getur verið að ræða afmarkað atvik eða endurtekið athæfi. Og eins og við höfum heyrt hérna áður að þá er þetta birtist ofbeldið í mörgum myndum, líkamlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt, andlegt ofbeldi, vanræksla, niðurlæging, nauðung. Allt er þetta ofbeldi á einn eða annan hátt og ekki fyrir okkur að segja til að ein tegund sé léttvægari heldur en önnur. Og skortur og þjónustu fellur að sjálfsögðu þarna undir. Það er einn hluti af vanrækslunni, einn hluti af því að við getum orðið fyrir niðurlægingu eða upplifað okkur minna virði heldur en við sannarlega erum þegar að okkar grunnþörfum er ekki sinnt með ásættanlegum hætti. Og þess vegna er það þakkarvert að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur ötullega vakið athygli á ofbeldi gegn öldruðum sem alvarlegu lýðheilsuvandamáli sem gengur þvert á landamæri og ríki. Og staða mála er auðvitað alvarleg í dag en hún á eftir að versna að óbreyttu vegna hlutfallslegrar fjölgunar aldraðra umfram aðra samfélagshópa. En spá þessara góðu stofnunar, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, felur í sér að fjöldi þeirra eldri borgara sem að verða fyrir ofbeldi verði nálægt 320 milljónum árið 2050. Einmitt fyrst og fremst vegna fjölgunar í hópi eldri borgara. Hér á landi þá hefur embætti landlæknis fylgst með líðan og aðstæðum mismunandi hópa samfélagsins í gegnum rannsóknina Heilsa og líðan sem að framkvæmdir af embættinu á 5 ára fresti og síðast haustið 2022 og við notum bæði þessa niðurstöðu mjög mikið og það nýtast í rauninni mjög mörgum öðrum eins og stjórnvöldum, háskólasamfélaginu og öðrum sem að koma að því að taka ákvarðanir sem að varða lýðheilsu og velferð landsmanna. Í síðustu könnun 2022 að þá voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu orðið fyrir líkamlegu, kynferðislegu eða andlegu ofbeldi á undanförnum 12 mánuðum og hvort að slíkt ofbeldi hefði átt sér stað fyrir meira en ári síðan og þegar við horfum til þeirra sem eru 65 ára og eldri þá hefðu 1,8% orðið fyrir líkamlegu ofbeldi á síðustu 12 mánuðum og 1,1% hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á sama tíma. Hins vegar höfðu rúmlega
6% orðið fyrir andlegu ofbeldi á þessum tíma. Og við skulum hafa það í huga að reglan með svona kannanir, að svona þumalputtareglan að yfirleitt er fólk svona frekar sparsamt á að svara játandi, þannig að þetta líklega frekar vanmat heldur en hitt. Að þegar að við horfum til lengra tímabils, það segja ofbeldi sem átti sér stað fyrir meira en 12 mánuðum, að þá hefðu 8,3% orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og 6% fyrir kynferðislegu ofbeldi og þá hefðu 13% orðið fyrir andlegu ofbeldi fyrir meira en 12 mánuði. Þegar sömu spurningar voru lagðar fyrir yngri aldurshópa var hlutfallið nokkuð hærra, en það mikilvægt að hafa í huga að aðstæður aldraðra eru oft á tíðum frábrugðnar þeim sem við sjáum í yngri hópunum og eldra fólk býr oft við einhvers konar heilsubrest, hvort sem hann andlegur eða líkamlegur. Í mörgum tilvikum það háð öðrum aðilum, hvað varðar ýmsa þjónustu og samskipti og jafnvel fjárhagslega afkomu. Og þegar við horfum til aðstæðna aldraðra eða eldri borgara þá þurfum við að taka til greina að það að ræða þarna hóp sem að býr við sérstakar eða annars konar áskoranir en aðrir hópar. Og þess vegna svo mikilvægt að þegar við tölum málefni eldri borgara, að við tölum það í samhengi við raun aðstæður hópsins sem eru stundum öðruvísi heldur en þegar við lítum til heildarinnar. Og þannig þurfum við að horfa til niðurstöðu könnunar á ofbeldi gegn öldruðum á forsendum aldraðra og ekki endilega á forsendum samfélagsins í heild. Við þekkjum tiltekna einstaklingsbundna áhættuþætti meðal aldraðra sem geta auki líkur á að þessi hópur verði fyrir ofbeldi og þetta eru þættir eins og skert færni eða fötlun, slæm líkamleg eða andleg heilsa, skert vitræn geta og takmarkaðar tekjur. Í víðara samhengi þurfum við að horfa til þátta eins og aldursfordóma gagnvart eldra fólki. Og þannig að þetta eru býsna margir áhættuþættir og býsna margar sérstakar aðstæður sem að eldri borgarar búa við og við þurfum að taka tillit til. En á hinn bóginn þá vitum við líka af verndarandi þáttum og þeir eru einkum góður félagslegur stuðningur og sjálfstæði í daglegu lífi. Og sumar rannsóknir benda til þess að það að búa einn sé hreinlega verndandi þáttur fyrir því að verða fyrir ofbeldi. Og það í rauninni mjög sláandi niðurstaða. Embætti landlæknis eftirlitsaðili með veitingu heilbrigðisþjónustu hér á landi og hluti af því verkefni eftirlit með hjúkrunarheimilum. Og í gegnum þetta eftirlit hefum við kynnst því að sumir íbúar þeirra upplifa óöryggi. Sumir telja sig þurfa að læsa að sér til þess að aðrir íbúar koma ekki inn til þeirra. Það eru þá íbúar sem eru illa áttaðir og eða með skertar hömlur. Og einnig hefur komið fram í úttektum embættisins á hjúkrunarheimilum að mönnun, eða réttar sagt skortur á hæfilegri mönnun, geti ógnað öryggi íbúa og þá takmörkuð íslenskukunnátta starfsmanna auðvitað líka áhyggjuefni. En það skal einnig sagt að það vandséð hvernig íslenskt heilbrigðiskerfi gæti hreinlega fungerað án aðkomu starfsmanna sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Við gefum út, embætti landlæknis gefur út viðmið mönnun á hjúkrunarheimilum. Þessi viðmið voru síðan gefin út árið 2015 og það auðvitað ekki vafi á því að það leikur vafi á að endurskoða þau. Það breytist frá ári til árs samsetning íbúa á hjúkrunarheimilum og þar með þarfir þeirra fyrir margs konar þjónustu, þannig að það mjög eðlilegt að endurskoða þessa mönnun með reglubundnum hætti. Fyrir utan þetta venjulega eftirlit með hjúkrunarheimilum að þá hefur embætti landlæknis borist tilkynningar nokkur atvik varða ofbeldi á hjúkrunarheimilum. Flest þessara mála varða ofbeldi sem íbúar verða fyrir af hendi annara íbúa. Eitt þessara mála leiddi til þess að gerðar voru verklagsreglur varðandi ofbeldi á hjúkrunarheimilum og hafa þær verið kynntar stjórnendum hjúkrunarheimila. Og það líka rétt að nefna það að við höfum fengið erindi frá stjórnendum hjúkrunarheimila þar sem að þau hafa áhyggjur af erfiðri hegðun íbúa og sérstaklega áfengisneysla nefnd til sérstaklega. Þetta vil ég segja
það að fólk sem býr á hjúkrunarheimilum náttúrulega upp til hópa bara fólk sem að býr heima hjá sér og ræður auðvitað bara sjálft hvað það að gera heima hjá sér. En stundum það þannig að heilsa fólks með þeim hætti að alls ekki ætti að hafa áfengi um hönd, bara rétt eins og sumir sem að búa í venjulegu heimahúsi eða einhver öðru heimahúsi ætti bara helst ekki að hafa áfengi um hönd. En þetta flókið og erfitt og maður vill ekki, ég held að séum öll sammála það að við ætlum ekki að fara að setja eldra fólki frekari reglur þeirra prívatlíf heldur við setjum öðrum. En ég skil hins vegar alveg og ég held við skiljum það öll að forsvarsmenn hjúkrunarheimila þeir velta því stundum fyrir sér hvort að þeir beri þá ábyrgð ef að eitthvað slæmt gerist undir áhrifum áfengis. En þetta auðvitað eitthvað sem þarf að skoða miklu nánar og í þessu samhengi rétt að taka það fram að þegar að málefni hjúkrunarheimila fluttu núna með síðustu ríkisstjórnarmyndun í desember 2024 fluttu frá heilbrigðisráðuneytinu til ráðuneytis félags og húsnæðismála að þá muni þetta aðkoma landlæknisembættisins að eftirliti með starfsemi hjúkrunarheimila breytast og það eitthvað sem að við þurfum bæði við sem eru hjá embættinu og þau sem eru hjá Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Við þurfum að gefa okkur góðan tíma til þess að fara yfir það hvað við getum hugsanlega unnið í sameiningu því ekki viljum við að eftirlitið og önnur velferðarmál íbúa hjúkrunarheimila falli niður en við þurfum bara svolítið að endurskipulagja okkur. Nú, eins og ég nefndi áðan að þá gera alla framtíðarspár ráð fyrir því að hlutfall eldri borgara stækki árið 2050 verði 20% þjóðarinnar 67 ára eða eldri. Og það því alveg ljóst að við þurfum að vinna dálítið rösklega að því 2050 ekki mjög langt undan og við þurfum að vinna dálítið rösklega að því hvernig við ætlum að undirbúa hlutina þannig að samfélagið sé tilbúið til þess að takast á við þennan mikla fjölda og veita fólki almennilega þjónustu. Og eins og áður hefur komið fram að þá slæm heilsa líkamleg og andleg sérstakur áhættu þáttur þegar að kemur að ofbeldi gegn öldruðum og þess vegna mikils virði að vinna með eldri borgurum að því að bæta heilsu og líðan og efla þannig í rauninni forvarnir í þeirra hópi gagnvart því að verða fyrir ofbeldi. Við hjá embætti landlæknis vinnum einmitt að þessu verkefni í gegnum fyrirbæri sem kallað heilsueflandi samfélag sem heildræn nálgun í samstarfi við sveitarfélög, opinberar stofnanir og ýmis félagasamtök. Heilsa eins og þið þekkið líkamleg, félagsleg og andleg vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma og örorku. Og lýðheilsa sem ju eitt okkar meginverkefna felur í sér markvissar aðgerðir hins opinbera og annarra sem miða því að bæta heilsu, líðan og lífsgæði þjóða og þjóðfélagsbrota. Í gegnum heilsueflandi samfélag þá vinnur embættið að því að auðvelda mismunandi samfélagshópum að taka skynsamlegar og góðar ákvarðanir varðandi eigin líkamlega og andlega heilsu og þess vegna gefum við út gátlista meðal annars fyrir sveitarfélög hvað þau geta gert til þess að forgangsraða í þágu lýðheilsu og í tilfelli þeirra sem eldri eru að þá hvetjum við til dæmis til þess að eldri borgurinn gefist kostur á fjölbreyttu félagsstarfi allan ársins hring, íbúar hafa margvísleg tækifæri til þess að gefa af sér og mynda tengsl njóta útivistar og svo framvegis. Og í heimaþjónustu ætti auðvitað að hvetja notendur markviss til reglulegra hreyfingar að því marki sem mögulegt og þau séu upplýstur þá hvaða kostir henta best til hreyfingar. Nú við erum með annað verkefni sem heitir Lýðheilsuvaktin og það verkfæri sem við notum til þess að fylgjast með heilsu, hegðun og líðan fullorðinna og þróun helstu áhættu þátta. Og þegar við spurðum 67 ára og eldri í fyrra árið 2024 út í velsæld þá svöruðu 27% eldri borgara því að þau upplifðu mikla velsæld og þetta miklu hærra hlutfall heldur við sjáum bæði árið 2022 og þetta miklu hærra hlutfall heldur við sjáum hjá unga fólkinu sem merkilegt. Og það virðist vera að eldri borgarar hér á Íslandi að þeim líði almennt betur eins og þeir tjá sig í okkar könnunum hjá embætti landlæknis heldur en yngri hópunum og almennt virðist líðan sjálfs, sem sagt líðanin eins og þú svarar sjálfur að þér líði, þá virðist hún batna eftir því sem líður á ævina
Og það auðvitað í takt við það að við lítum oft á síðasta hluta ævinnar, kannski síðustu 30 árin sem þann tíma sem við uppskerum ávexti erfiðisins og erum vonandi búin að koma okkur í öruggt skjól. Börnin ef þau eru að ræða eru farin að heiman og komin farin að bera ábyrgð á sig sjálf og svo framvegis. Og þess vegna finnst mér það, þó við viljum auðvitað ekki að unga fólkinu okkar líði ekki nægilega vel, en þá verð ég að segja að ég gleðst yfir því að sjá að líðan batnar eftir því sem að líður á ævina. Og það auðvitað hluti af því að eiga áhyggjulaust ævikvöld, eins og við segjum stundum. En það sæmt áhyggjuefni enn og aftur að unga fólkinu okkar líði ekki betur vegna þess að eftir einhverja áratugi þá verða þau í þessum sal að velta fyrir sér sínum hagsmunum og hagsmunum foreldra sinna. Og þess vegna þurfum við þegar við hugum að hag eldri borgara að muna það að það byrjar strax í æsku. Að grundvöllurinn að farsælli öldrun byrjar að sumu leyti strax í æsku, eins og við heyrðum hérna áðan að þá eru líkur á því að lenda á örorku tengdar til dæmis áföllum sem við höfum orðið á í æsku. Þannig að þetta ekki málefni sem við byrjum bara að gera og græja þegar að fólk verður 60. Þetta hluti af lífsferð okkar allra frá vöggu. Nú í undirbúningi fyrir þetta málþing þá skoðaði ég dálítið hvaða gagnrýndu aðferðir og þekking til staðar til þess að draga úr ofbeldi gegn öldruðum, og því miður það þannig að þekking á slíkum úrræðum takmörkuð, kannski vegna þess að þetta hefur verið tabú. Þetta hefur ekki verið til umræðu og þar með eru bjargráðin kannski ekki jafn sterk eins og við hefðum vilja sjá. Þær aðgerðir sem að taldar eru vanlegastar falla kannski fyrst og fremst í 3 flokka, það að segja forvarnir, að til sé gott verklag þegar að ofbeldisaðstæður koma upp og að það sé eftirlit með aðbúnaði og velsæld aldraðra. Við höfum lært hérna í dag áhættuþætti. Áhættuþættir þolenda, það að verða fyrir ofbeldi, fyrst og fremst að búa við lélega líkamlega eða andlega heilsu, búa við fátækt og búa við einangrun. Þess vegna þurfum við að beina okkar lýðheilsu aðgerðum, okkar forvörnum í þessa átt. En við þurfum líka að beina forvörnunum að gerendunum vegna þess að það sem virðist einkenna gerendur að þeir búi eða lifi við fíkn, annan geðheilbrigðisvanda eða séu fjárhagslega háðir þeim sem að verður fyrir ofbeldinu. Og þetta eru allt atriði, bæði áhættuþættir þolenda og gerenda sem við getum beitt forvarnar aðgerðum gegn, í þessu aðferðum gegn. Og síðan það verklagið sem að var talið hér áðan, að til dæmis 112 og lögreglan hafa verið að vinna í því að búa til skýrt verklag, hvað eigum við að gera, bæði sem aðstandendur, sem vinir, sem heilbrigðisstarfsmenn, sem lögreglumenn og svo framvegis þegar við teljum okkur hafa grun ofbeldi. Og loks það eftirlitið, eins og ég nefndi hérna áðan, að það sé haft eftirlit með raun aðbúnaði aldrara eins og annarra hópa sem að þurfa að búa að einhverju leyti á forsendum annarra eins og fólk gerir á hjúkrunarheimilum. En einhvað síður að þó að það sé ekki til kannski jafn mikið af viðurkenndum gagnreyndum úrræðum eins og við hefðum gjarnan viljað, að þá eigum við nú alls ekki láta það draga kraftin úr okkur við það að berjast í því að útrýma ofbeldi gegn öldruðum, og þvert á móti þá ætti þessi skortur á gagnreyndum úrræðum að svona blása okkur svolítið eld í brjóst og hvetja okkur til þess að gera enn betur. Eins og ég sagði þá tölum við stundum að eiga örugt ævikvöld. Það fallegt og við eigum öll að eiga örugt og gott ævikvöld, og það auðvitað ábyrgð okkar allra að tryggja öryggi eldri borgara á efri árum. Ofbeldi gegn öldruðum ekki persónulegt vandamál og það ekki leyndarmál. Heldur það fjölbreytt áskorun sem að kallar á athygli og aðgerðir frá okkur öllum, og það á ábyrgð okkar allra að greina og innleiða úrræði til þess að tryggja öryggi eldri borgara gagnvart hvers konar ofbeldi, og stór þáttur í því hreinlega að vekja athygli á vandanum. Þetta sé raunverulegt vandamál sem við þurfum raunverulega að
tala sem við höfum gert hér í dag og þess vegna vil ég þakka aftur Landssambandi eldri borgara innilega fyrir þeirra frumkvæðala starf í því að draga þetta mál upp á yfirborðið. Þakka ykkur innilega fyrir.